Já, komiði sæl og blessuð, góður hlustendur, netkappar og tölvubíla áhugamenn, það er komið að því. Við erum live frá henni víðfrægu og bandarísku Watkins Glen. Í kvöld eru 17 hringir framundan, í bæði opnu og annarri deild og sveittir ökuþórar bak við stýrið. Að ég vona. Þessi braut hefur hýst ófáa kapastar eins og Formule 1 og NASCAR, en síðast var keppt á þessari braut hjá okkur í mars á þessu ári í Þorlagssturinnum á Group 1 bílum að vísu. Og svo kepptu að sjálfsögðu strákurnar okkar í Nordic Masters á Group 3 bílum í vor, stuttu seinna. En með mér er Jói Egils. Blessaður og sæll, hvað segirðu gott? Góða kvöldi, þakka þér. Herri, ég er flottur, frábær. Hvernig ertu stendur fyrir þessa veislu? Ég er alltaf til í smá Watkins Glen, sko. Það er það ekki. Herri, ég er bara þokkalega vel stendur. Náttúrulega erum með lúxusvandamál í kvöld og kannski vilt aðeins skýra frá því. Já, algjörlega. Við erum semst með miklu fleiri en komast að í rauninni í lobby og þurftum í rauninni að forgangsraða eftir stigatöflu frá því í síðustu keppni. Þannig að það voru 3 óheppnir ökumenn sem bara komist ekki að í kvöld og biðjumst bara afsökunar á því. Við þurfum kannski að Það var tekin ákvörðun að fara eftir bara lægsta ranki. Já. Og upp. Þannig að það getur borgað sig að keyra þessi í sportmót að fulla á bíl. Yes, nákvæmlega, algjörlega. En við erum hérna að byrja fyrsta tímatökurhring. Við erum bara dempum okkur beint í tímatökur og það er Hilmar sem við erum að horfa á í braut. En þetta er nýjasti sponsor, deildarinnar, já. Nýjasti sponsor deildarinnar var líka sponsorkur í vor. En við erum með risa tilkynningu og risa spons núna í ár. En þeir ætla að gefa stórmeistaranum, hvorki meira né minna, en 100.000 krónur í verðlaun. Sérstaklega í framrúðunni hjá þeim líka, á leiðinni. Yes. 100.000 press. Glöggir áhörundur hefur kannski tekið eftir því. Og var það bara cash money eða hvernig? Já, mér skilst það, cash money. Þannig að við segjum bara takk Kraftey og takk Hilmar. Ég mitt var að sækja vinningin síðan úr fyrstu deildinni hjá mér á síðasta vetrartímabili. Það voru skór frá Kraftey. Og djöfusir skór eru þetta maður. Þetta er bara, ég á einmitt göngurskó sko, en ég er alveg að spája að fara að skipta þeim út fyrir einmitt þessa. Ég sótti skó fyrir konuna þegar hún á ekki göngurskó. Ok. Þannig að hún fekk að greiða þessu, en þetta er alveg ítalski skór, eitthvað crazy horse leather sem að aðlaga sig að löppinni og eitthvað wow sko. Þetta er eitthvað voðalega fínt sko. Þetta er eitthvað alvöru stöf. Já, heldur betur, þannig að ég mæli með að kíkja inn á Kraftey og ef þið er að fara í göngur og við erum með alls konar típur á skóm. Heldur betur. En auk Kraftey þá erum við með nokkra aðra sponsora sem sponsor opnu deildina. Við erum með Game TV og Autocenter sem svona, okkar aðalsponsa. Svo Kaldi, þeir eru með verðlaun fyrir top 3 og svo Gullfiskur, líka nýr spons sem var að detta inn. Ætla að gefa harfisk til top 3. Hvernig er með hann 100 áskall? Var það vinningu fyrir stórmeistaran? Já, stórmeistaran í úrvalsdeild. Heldur betur. Það er nú heldur betur veisla maður. Það var ekki að gera gott partí úr því á lokaóðunni. Já, algjörlega, klálega. En hér eru menn að setja fyrstu tímana. Agnar er með hraðasta tíman upp á 1 mínútu og 46. Það var smá tími síðan við sáum hann á braut. Ég var að bæta hann 1.46.4. Jón B. skellir sér fram fyrir hana. Sko. Jón B. var einmitt einn af þeim sem að sátu. Já, Jón B. var einn af þeim sem sátu á hakanum að komast inn í lobby en þetta bergaðist á endanum. Heldur betur. Þetta er nú ekki gaman að lenda í svona vandamáli, það þarf að henda einhverjum út. Nei. Það þarf kannski bara að fara að bæta við deild. Maður mann svona eftir þessu back in the good old days sko. Það er bara greinlegt að þeir dagar eru komin aftur. Já, þetta er allavega gott vandamál að hafa. Alveg klálega. Agnar á fjólubláum sektor. Eins og Binni keyrir fyrir Lávasjó og eru með fallega gulan bíl í tilefni af gulum september. Sem er frábært málefni. Og hvort alltaf til að tjekka á því, guluseptember.is. Hann er ennþá á fjólubláum, hann Agnar. Ok, sjáum hvað hann gerir næst síðasta beygjan. Það er henni bara ágætlega, hefði getað kannski mögulega að fara aðeins víðar.
Hann mjög auðvelt að sleikja vegginn líka. Já. Það maður vill svo ná henni vel, sko. Hann skellir sér á toppinn með 3000. Þetta verður mjótt á munum með það. Þetta verður heldur betur mjótt á munum. Sæmi hérna upp í 4. flott í honum. Munur ekki nema 500 á milli 3. og 1. sætis. Það verður hörku kefni hjá okkur í kvöld. Já, bara eins og síðast. Jó minn. Heldur betur. Já, það eru nú fleiri stóru nöfn hérna mætt á braut. Eva mætt aftur eftir hérna ágæta pásu í sportinu. Jón B. skellir sér aftur upp fyrir Agnar. Já. Þeir fara að nálgast 1.45. Já. Það getur nú alveg gerst. Inn í skanambinni þá upp í 7. Hvað er? Á Eva eitthvað inni á nismónu sinu? Það er spurning. Já, hún er á fjólblóðum. 10. hluta. Skjágætt ef áhorfendur láta okkur vita hvernig hljóðið er. Hvort þetta sé bara gott eða hvort við þurfum eitthvað að fiffa þetta til. Við vorum svolítið seinir á stað með útsendinguna út af þessu lúxusvandamáli. Nákvæmlega. Beint í aksjón hjá okkur í kvöld. Sjáum hvað Eva gerir hérna, kemur henni í hairpin beygina. Og næst það sektor 2, eða hérna semst lok sektor 2. Já, fjólblár, 0,3, þetta stefnir í 1.45. Jói. Já. Það dustar ekki á sér og kom sér í gang. Algjörlega. Þetta er eitt af stóru nöfnunum, Íslandsmeistari, já, hvaða ár var það? 2020, hvort það ekki var 2020? Það er látt fyrir mína tíð. Já, og fyrir mína tíð í rauninni líka. Það eru bara einhverjum nýgræðingar hérna í þessu. Einhverjum nýgræðingar að lýsa þessu. Sjáum hvað Eva gerir, kemur hérna við línuna. Verður þetta 1.45, heldur betur 1.45.7. Já, bætur hálfa sekúndu. Já, Jón B. í draftinu fyrir aftan hana bæti sér líka. Nú fara menn að byrja að síðustu hringina sína. Nei, þeir ná einu hringi viðbót. Agnar hérna með 1 sekúndu penalty. Hann nær samt einu hringi viðbót allavega. Já, við kannski tölum aðeins það. Þetta er mjög grimm braut hvað var það penaltys. Já, heldur betur. Já, og ég held að muni spila stóra rullu í keppninu eftir. Já, svo náttúrulega erum við með þetta chicane þarna sem að getur verið ansi grimmt. Já. Upp á að reyna framúrvöxtur og annað, sko. Einmitt. Ekki skemmtilega sem ég gert að fara hlið við hlið í gegnum þetta chicane. Það er hægt, en ég mæla ekki með því. Það var nú einhver sem átti, já, ég held að það voru nokkrir hjá okkur sem áttu hérna góð moment í Nordic Masters í vor. Já. Þannig í gegnum þetta chicane. Minnir að hafi endað, já, einhver svíi var kærður. Hvort það var Ívar sem var tekinn út af Haukuringi, ég manna ekki. Ég var svo sveittur að missa þeirri keppni, það er svo skemmtileg braut. Já, þetta er æðisleg braut. En ég var eitthvað að spóka mig í sólinu á Ítalíu þá. Ó, já. Það má svo sem líka. Já. Sjáum Binna hérna á möstunni. 5. sæti Sæmi hoppar upp í 3. Já, vel gert. Hrikalega vel gert. Upp fyrir Agnar. Hann er svona ekki langt frá Jóni. Alls ekki 0,06. Já, hvað er Jón að gera hérna? Á hann eitthvað inni? Ívar er hérna mættur í tjati, búinn að rétta upp hönd. Það var hann sem var tekinn út í chicaneinu. Nei, Jón bæti sig ekki. Ef hann kom að rátta, hann bæti sig ekki. Ætli sé ekki núna. núna. Nú erum menn að hefja síðasta hring. Sæmi er hérna á fjólublóm á 1. sektor. Var að taka eftir því? Já, Sæmi og Eva hérna að gera fyrir kraftvélar. Já. Það er svo Sæmi er undan á braut. Kannski tjekkum á honum. Gummi hoppar hérna upp í 7. seti. Þarna tapaði Sæmi þessu held ég. Snýst að fara vítt. Nú ekki langt frá sínum eigin tíma. Það er stutt í Jón. Það er stutt í Jón, já.
Vagn er greinlega búinn. Passa sig að það ekki fyrir. Það er gert. Fyrir nálægt veggnum. Já, það er alltaf hægt að fara nær þessu vegg. Þá getur maður bombar á hann. Bæta sig ekki. Bæta sig ekki. Það er ekki að bæta sig. Hver er að koma hérna í línuna? Hilmar. Já, svo er það Jón B, hann er líka hérna. Sæmilega eittu framdekkin hjá honum hérna. Síðasta hring. Siggi Jóns bæta sig. Hoppar upp í 7. Jón B bæta sig ekki. Það var bara Eva. Eva bæta sig ekki. Rétt svo bæta sig ekki. Það er að koma þarna. Binni. Öskrandi yfir línuna. Bæta sig ekki. Þá eru sínist mér allir búnir. Nei, Dekka. Dekka er nú alveg með hraða, hann hefur sett svolítið á æfingum hjá okkur. Já, það er rétt. Hvernig fór þetta í síðustu keppni? Hann bæti sig 0-7, vel gert, við hoppar upp í 7. sæti. Já, hann endaði með í 7. sæti í síðustu keppni, sem er bara frábær árangur. Heldur betur. Fyrsta keppni. Sérstaklega með þetta line-up, sko. Já, þetta er ekkert smá line-up. Þetta er, já. Já, en ég er bara rosalega sáttur með að þessi nýju nöfn er að blanda sér í baráttan eins og Sæmi í 3. sæti. Heldur betur. Þá erum við með Evi hérna í 1. sæti, hálfri sekundu undan næsta, tæplega. Hún er Jóni B sem er í öðru. Og Sæmi kemur svo þar rétt á eftir í 3. Agnar nú ekki langt á eftir hérna heldur í 4. Og erum með Binnes Grambin í 5. Hilmar í 7. Dekka í 7. Siggi Jóns í 8. Guðmund í 9. Gunnar í 10. Sveinn Arnarsson, hann er í 11. sæti, Aron í 12. Greta 13. og Ólafur 14. Já, þar hefur við það. Yes. Og þá já, þú varst með að lobbyið, já. Já, þá hérna hendi ég í endurstillingu. Sör. Búinn að pása hérna streymið við liðina mér, þannig ég ætti að vera með þetta. Þannig að þá mátt þú bara bladra meðan ég set upp lobbyið. Já. Hvað segirðu því? Skemmtilegt að segja frá því að hérna, Jón B og Gunnar, þeir eru bræður. Og Gunnar er með okkur í Bísík. En hann þorði ekki út úr lobbyinu að ná í lífeyri sitt. Þannig að við verðum að fyrirgefa honum það að keyra ekki með Bísík lífeyri í kvöld. Það er ekki góð saga. Þetta var ekki saga. En hér getur ekki rengt. Þannig að við fáum full on kapastur í 17 hringi. Og þetta er dekk sem að fer rosalega með dekk. Þetta er dekkjaböðull. Hvað sagðirðu? Dekk sem að fer rosalega með dekk? Nei, þetta er braut sem sagði ég það. Það getur vel verið. Ég er bara að styrja þér. Þú lætur mig vita að þú vilt að ég lesi í því röðuna. Yes sir. Ég ætla að segja restart 21:17, ekki? Yes. Er ég ekki örugglega á íslensku tíma? Jú. Ég var lengi verið stilltur á norskan tíma á PlayStation-tölunum minni. Það hjálpaði ekki þegar maður var að starta reis. Það menn að passa sig að skipta dekk. Já, ekkert. En það megi alveg starta á softtækjunum, en það er ekki vanlegt til árangurs því miður. Það var bara Eva sem vantar á braut. Einhverjum eftir því. Þarna. Heyrðu, þá er ég bara ready. Það er Eva, Jón B og Sæmi. Það var Agnar, ekki? Jó, Agnar, Binni og Hilmar. Svo var það Dekka, Siggi Jóns og Guðmundur. Dekka 7, Siggi Jóns 8. Guðmundur. Ég næði ekki að skipta yfir hérna núna.
Já, Deka 7. og Siggi Jóns 8. og Guðmundur 9. Nafni 10. Já, Gunnar 10. Sveinn Arnarsson í 11. Aron 12. Gretar 13. Ólafur 14. Heldur betur. Þá Þá erum við nú bara alveg að vera ready. að renna yfir röðuna þannig að við séum örgulega. Já, gera það. Það er Eva, Jón B. og Sæmi, Agnar, Binni og Hilmar, Yes. Deka, Siggi Jóns, Guðmundur, Gunnar, Sveinn Arnarsson, Aron, Gretar, Ólafur. Heldur betur. Yes, sir. Þá segir ég bara good luck, have a good race. Og skellum þess að stað. Klukkan er að vera 17 mínútur yfir. Þetta verður klikkað. Þetta verður klikkað. Heldur betur. Þetta verður skemmtilegt. Og við erum komnir á okkar ástsælu grúpp 3 bíla aftur. Nákvæmlega. En eins og alltaf í opnum deildinni þá er engin bílaskylda, þannig að menn geta flakkað á milli bíla bara algjörlega vilt. Já, það er mjög þægilegt. En við erum mætt að braut. Adrenalínið er að fara á fullt. Grúp 3 veisla í vændum á Watkins Glen. Heldur betur. Djöfull erum við til í þetta. Halt í stólinn, súttu bjórinn og ef þú gleymir að þú ert ekki í bílnum þeirra, máttu alveg öskra. Let's go racing. Já, flott start við Evu. Og Sæmi sýnist mér að vera að laumast hérna fram hjá Jóni B. BMF-in ekki alveg bestur í startinu. Já, tekur þetta hérna nokkuð vel. Þannig að Jón B þarf að setja sig við 3. sæti eins og er. En það er allt hægt á þessum beinakafla, fyrsta beinakafla. Brautin hjá þeim en alltast. En þetta fer allt sómasamlega fram hjá þeim. Sveinn Arnarsson hann að eitthvað. Það er eitthvað komið upp hjá honum í startinu. Hann er 5 sekúndum eftir næstíðasta manni. Binni hann að tæpa í gegnum. Chicane spynir hvort að fái penalty fyrir smá kött. Setti replay markið á startið, þannig að við getum skoðað það. Ok, tjekkum að ég eftir. Það erum við krafti 1-2. Já, heldur betur að stempla sig inn hérna. Minn er náttúrulega rosalega hægur á stað. Já, hann er það, Sæmi fyrir aðeins út fyrir. Tæpur að missa pílinn hann það. Agnar kominn í skottið á Jóni. Já, Agnar upp í 3. Spurning hvort hann haldi. Já, Sæmi slottar inn fyrir aftan Agnar. Eva græðir að þessu. Heldur betur. Sjáum það að Jón B er á hörðudekjunum. Agnar er á medium og Sæmi. Já. Þannig að Jón B ætlar sér að vera lestarstjóri. Það geti komið sér vel fyrir Evu allavega. Hún er byrjað að klokka sig út eiginlega. Komið 2 mínútur. Eva byrjaði á medium líka. 2 mínútur, 2 sekúndur undan Jóni. Það væri helviti grimt. Já, það væri helviti grimt. Þetta er eitthvað sem að Jökull gerir í úrvalsdeildinni. Sjáum Agnar, ríkilega tæpur. Jesus Christ. Sæmi aðeins búinn að droppa aftur. Já. Nú fær Jón B smá bríðar. Sæmi kemur hatt hérna að Agnari samt. Já, spurning. Slætti á honum. Það er spurning hvort að Sæmi kom með smá skemmt hérna. Hefur reykist utan í eitthvað. Já, Deka komin upp í 15 og með Binna alveg í skottinu. Já. Deka upp 2 sæti frá startinu. Líka á mediumdekkjum. Flestir velja að byrja á mediumdekkjunum. Þetta er í rauninni, já, Jón B, Binni, Siggi Jóns og svo allir öftustu sem að byrja á hörðudekkjunum, restin á medium. Ég var að þóra að fara í replayið. Þannig að Gunnar að stríða Sigga Jóns. Já, ekki bara hendi replay. Sör. Förum kannski við svona, já, miðja þögu. Sæmi komst þarna laglega fram með Jón B líka í startinu. Nei, hvað? Þetta hefur eitthvað klikkað hjá mér þetta replay. Já. Ó, já.
þá verðið þið bara að spóla aftur ef þið viljið sjá eitthvað aftur. Já, það getur skoða replayið líka bara í lok hérna. Já, algjörlega. Og lok hérna annar deildina á eftir. Býtu, það einhver dottinn úr lobby líka. Já. Sýnist mér. Það sé Sveinn, nei? Nei, hann nú ekki dottinn úr lobby. Það voru nú 14 í startinu, ég man eftir því. Já. En það spurning hvort að það hafi eitthvað hérna strítt replayniðinu. Spurning. Það eina skipti sem ég er búinn að íta á takkan bara í startinu. Já, það er nú komið svona þægilegt bil hérna en þá hérna frá Jóni niður í Agnar og niður í Sæma. Svona deka þar svona, já, tæplega sekundu eftir Sæma. Já, Jón B. að standa sig vel. Já, búinn að hrista binna aðeins frá sér. Sem náttúrulega á hörðudekkjunum. Nákvæmlega. Gunnar, Siggi Jóns, Vilmar og Aron hérna. Aron komin upp í 9. sæti, það vel gert. Þegar ég veit að hann mjög lítið aður, hann búinn að vera busy. Síðustu keppni var hann heldur með 2 tíma í stálum, ég held að þessi komin upp í 3 tíma. Já, það klálega hægt að æfa meira það, en stundum bara ekki tími til þess. Og þá opnað deildin bara ágætur kostur. Já, það það sko. Og Hilmar fyrir í grasið. Svo kemur Ólafur hérna hliðina á honum, hraður. Og nær fram úr honum. Það spurning hvort þau náum í sér replay. Replay af 100.000 króna verðlaununum. Já, náum svo sem í útsendingu, við sjáum það hérna aftur. Réttar komin hérna aftastur. Eva komin með 5 sekundur hérna á Jón. Á mediumdekkjunum, en Jón heldur bara lestinni gangandi. Já, nú þarf Ragnar að komast fram úr. Hann að dettin í slippinn. Hann hérna í sekundinni, hann þarf að slíta aðeins meira af Jóni, þá er hann komin í slippinn. Sæmi komin í slippinn á Agnari líka. Deka að nálgast á. Já, þetta ennþá nokkuð þéttur pakki hérna, annars sæti og niður úr. Já, þetta bara hérna niður í 5. Svo binnið nú ekki þar langt á eftir á hörðudekkanum náttúrulega. Þannig að þetta getur jafnast út eftir pittin. Mitt. Svo hafa nú verið að koma upp hugmyndir á æfingum, hvort það þurfti ekki að vera hérna lífviri í samkeppni og eitthvað velun veitt fyrir lífviri. Já, það er bara frábær hugmynd sko. Taka eitthvað af þessu vinningu sem Jökull fær og gefa í lífviri í samkeppni. Getur við verið með svona lottó, svona dreigið bara úr póka. Já, það er gallega. Það er alltaf mikla líkur að þú dragir hérna einhverja kókamjólkur kassa. Held ég. Já. Kannski sleppni að hafa 100 áskallið með því. Já, kannski sleppni. Sæmi og hann var hann að segja sér refsingu. Já. Sekúnda, það getur verið dýrt. Já. Það spurning hvort að Deka náður hreinlega fram úr honum. Já, ef hann heldur sér í þessu bili þá ætti hann að ná fram úr honum. Binni fyrir hann aðeins í vegginn. Sleppnið skemmt. Núna Agnar komin í slippinn. Hann ætti að geta alveg duglega á honum hérna upp. Beinagaflan. Sjáum að Guðmundur Orri mættur inn í spjalli. Það var hann sem datt út. Já, það virðist vera að hann hafi lent í einhverju klitsi. Æ. Já. Það er bara eins og vélavandræði hjá okkur í raunheiminum. Já. En þetta hefur verið svolítið slæmt núna eftir hausti. Við þurftum að endurstilla opnu í fyrstu keppninni. Já. Af því að það fekk eitthvað fáránlegt forskot þarna í byrjun.
Já, náttúrulega var eitthvað, náttúrulega var, serverinn lágu náttúrulega niðri bara, hvað, var ekki síðustu eða þar síðustu viku? Bara hann var rétt eftir síðustu keppni. Já, það? Já, ok, þetta hefur kannski verið tæft. Já, ennþá... Já, mér finnst að vera ennþá búin að vera svona eitthvað pínu böggur á sumum síðustu dagar, sko. Sjá, nú Sæmi búinn að taka út refsingunum sína. Dega alveg komin í skott á honum. En sýnist Sæmi ná að halda þessu. Dega fyrir vítt. Já. Dega á innri línuna. Hann á innri línuna hérna. Sæmi lokar þessu vel. Þetta var flott. Þá sýnist mér Agnar að vera að gera allu á Jóni. Bráðum. Já, Jón tæpur að fara vítt þarna. Næla sér í sekundu. Agnar ætti að draga vel af honum á beinagaflanum. Já, hann þarf bara að einbetta sér á góðu exiti hérna. Akkurat, exiti hérna skiptir gríðarlegu máli. Og hann á flotta, var það refsing? Tæft. Þetta er mjög tæft. Ég held hann sleppi samt. Ég held það. Þetta hefur verið bara einum pixel hérna inn fyrir brautamerkin. Já, þetta er rosalega upp og niður þarna, sko. Stundum er maður bara mjög tæpur að fara, þú veist, fer bara örlítið út fyrir og þá fær maður refsingu. Svo vorum við í lobbyinn daginn sem að Jóhann fór alveg bara handlegg út fyrir og hann fekk ekki refsingu, sko. Það var rosalega. Já, Jón er að verjast þessu vel. Heldur betur. Hraðið minn í bimmanum að gera sitt. Svo er þetta náttúrulega spurningin hérna bensínin líka. Hver er sniðugur að spara bensín og það getur borgað sig í pittinum. Algjörlega. Mér sýnist Agnar vera aðeins að spara á móti Jóni. En þú getur hæglega komist á undan einmitt á því að spara bensíni. Taka svona bensín undercut. Það er sjáanlegur munur allavega. Það er ekki mikill, en hann er sjáanlegur. Á Agnar og Jón B. Sæmi kominn aftur fram úr, nei já, Dega náði ekkert fram úr honum. Nei. Dega hérna kominn á ljósið, bensínljósið. Hann er fyrstur á ljósið held ég, á öllum. Er að refa bílinn vel. Já. Já, Guðmundur Orri talar að það hafi bara ekkert verið rolling start fyrir honum. Það var standing start. Herðu, já. Það er náttúrulega í opnundeildinni, þetta átti náttúrulega að vera rolling start. En þetta var rolling start? Nei, þetta var greitt start. Já, heyrðu. Já. Þannig að við klikkuðum á því. Við klikkuðum á því, Jói. Jæja, það er vist ekkert að gera í því núna. Nei, það er erfitt. Fyrst bara velmenningur á þessu, þetta var algjör klúður. Heldur betur. Já. En þetta er æfing fyrir efri deildirnar, það er alltaf greitt start. Já, spontant æfing. Úff. En þetta útskýrir nú samt ekki á hverju hann datt út, mér finnst það mjög furðulegt. Ég get svo svarað, ég held ég hefði sett rolling start, þannig að Þannig að Agnar búinn að sækja sér refsingu hérna í busstoppinu. 1,5. Hann fær Jón smá bríður aftur. Já, þetta geti... Jón, spurning hvort hann sé að fara inn núna. Já, hann hlýtur að fara inn núna og tekur síðan 10 á mediumdekkjunum. 10 gerir ráð fyrir. Frá með bensinstöðuna. Sæmi, nær hann fram úr honum. Það koma hérna hlið við lið. Sæmi á ytri, á þá innri í næstu beygju. Tekur rosalega víða línu. Gefur honum no ploss. Það var bara heil bílbreytt þarna á milli þeirra. En við sýnum Sæmi eiga þessa línu ágætlega. Hún lokar þessu vel. Já, Jón B fyrir inn. Og Agnar líka. Já, Agnar líka. Agnar er á mediumdekkjunum. Hann ætlar að gera 10 hringi á hörðudekkjunum. Ég hefði nú farið lengra á mediumdekkjunum. Þá er Sæmi komin upp í fyrsta, en þá á mediumdekkjunum og ég var líka. Ég var komin í 10 sekundur. Jón B hefur núna 10 hringi til þess að vinna 10 sekundur af auðu.
Það kemur bara strólan inn. Já, allir að pitta á 8. hring. Já. Ólafur og hérna, hver var það? Agnar, þeir voru á medium og fóru yfir á... hvað? Er ég alveg búin að missa tölun á þessu? Það? Já, svo er þetta stundum. Já, núna eru 45 sekundur frá Jóni upp í Evu. Hún er náttúrulega hérna í öðru sæti í rauninni, sem við ættum að pitta á. Núna er það bara spurning, hvað getur Jón B. dregið út úr þessum BMW Fox-sínum? Er þetta bara meira vesen? Það er þokkalegt bil hérna á milli annarra manna. Aron hérna berjast í Sigga. Ég er svolítið spenntur að sjá hvar Agnar, eða hvar Sæmi kemur út með Agnar. Nú fyrir Sæmi að fara inn. Já, núna er Eva að koma inn af mediumdekkjunum, þannig að hún ætlar að fara 9 hringi á hérna hörðudekkjunum. Þannig að Jón á þá, hvað, 1 hring inn á hana á mediumdekkjunum. Aron að gera vel samt hérna að halda 9. sætinu. Hilmar er að nálgast hann. Fylgjast með Agnari kannski. Það Sæmi að fara að koma út. Þetta verður tæft. Þetta verður mjög tæft, en Sæmi hefur þetta. Já, hann hefur þetta, en það tóku svipa bensín. Já, svipa bensín. Agnar getur hratt á honum hérna upp kaflan. Beina kaflan sem er ekki beinn. Mitt. Hann heldur sér í slippinum allavega, þannig að þetta geti orðið barátta. Hvað er nú langt frá Jóni upp í Evu? Það eru 8 sekundur. 8 hringir, 8 sekundur. Er það... Það er gerlegt. Það er erfitt, en það er gerlegt. Já, sekund á hring. Hann er búinn að taka sekund á hring á þessum hring. Já. Þannig, það er allt hægt. Svo hörðudekkin er hann alltaf bara, held að það sé ákvört sekundu hægir á þessari braut. Þetta er mediumdekkin. Og svo náttúrulega fara þau að falla, en hörðudekkingin svo sem gera það líka. Já, það er rétt. Jón B. hérna utan í vegg. Tók eftir í svona út undan mér. Það var bara einhverju sekundu þannig að því er greinilega að pusha mjög mikið. En já, er þetta ekki aðalega baráttan hérna milli Agnars og Sæma þessa stundina? Já, svona í topp baráttan allavega. Já, svo er hérna Deka og Nafni að berast líka á 7. seti. Eitthvað meira krassandi að gerast en það næst. Sá að Hilmar var að nálgast Aron. Já, hann er komið fram á Aroni. Já, ok. Já, það er kannski, Aron hefur kannski gert eitthvað mistök eða eitthvað svo leiðis að olla. Nú er Agnar nálægt. Já. Og stingur sér innan á hann eða. Sem að breytist í utanverðu. Já. Utanverðuna og í næstu beygju hefur hérna þringir þetta svolítið að hann og færi sér til vinstri á síðustu stundu. Og þeir fara saman. Já. Og þetta er vel gert, maður. Þetta er fallega gert. Þetta var geggjað. Og þá er Binni kominn hérna með þeim líka. Og já. Stingur sér. Það er spurning hvort hann takja það ekki bara báða á mediumdekjunum. Já, Binni er alltaf á mediumdekjunum. Þeir eru á hörðudekjunum. Stingur sér kannski aðeins og geist að hérna verður smá touch á liðsfélag hann. En allt í lagi. Þetta er bara út pódium sæti. Heldur betur.
Binni ætti nú að vera mun hraðar en þeir á þessum dekkjum. Ójá, getur tekið allt aðra línu þarna í gegnum beygina. Nú kemur Binni hratt hérna út. Sæmi hérna í skottinu á honum. Ætlar hann að reyna í fyrstu? Nei. Nú þarf Binni að ná góða exiti. Agnar gerir þetta bara feikna vel hérna út úr fyrstu beygju. Það gæti tryggt honum annan hring og hann er að verjast honum. Sjá hvað hann gerir. Já, svona, ef þú tekur ekki fram hér þá er erfitt að gera það í beigunum eftir. Já. Og erfitt að elta líka henni gegnum sérstaklega þessa. Hann fer vítt hana. Já, mér sýnist Agnar hafa bara hleypt honum fram úr. Já, ok. Ég held það. Svo getur skoða ríplegið. Ég held það. Þannig kemur þetta. Já, hann slæði bara af. Sá samt ekki hvort hann hafi hreinlega bara farið vítt eða hvort þetta var. Já, það er svo sem hægt að fara illa í gegnum chicane og enda vítt þarna. Já, en hann geti líka bara ekki vilja tappa í baráttu. Já, það er líka möguleiki. Já. Það hefði getað kostað hann meira heldur en bara þetta eina sæti. Svo sé ég að Gunnar er búinn að ná hérna fram úr Deka. Já, það er rétt. Deka á hörðudekjunum. Þannig að Gunnar hefur nýtt sér það vel. Já. Spurning hvort það geti náð Sæma líka sem er á hörðudekjum. Og svo er náttúrulega Jón B. að elda upp Evu. Það er komin undir 4 sekúndur hérna á milli þeirra. Sæll. Þetta stefnir í baráttu. Já. Hann er farin að sjá í hana. Það er farin að... Hann finnur lyktina. Þetta stefnir í rosalega lokaringi. Bara eins og í síðustu keppni. Heyrðu. Agnar hérna. Replay markar á Agnar. Þetta var rosalegt save hérna í fyrstu beygju, út úr fyrstu beygju. Já, Sæmi stingur sér aðeins inn á hann. Já, smá touch. Sjá þetta aftur kannski. Svo þetta, það aðeins lengri tíma. Þarna. Smá touch hann frá Sæma, hann er... Já, Sæmi líka bakkar. Já. Gefur þetta eftir. Mitt. Þeir halda áfram að berjast. Halda áfram að berjast, Binni á milli Jóns og Evu komin í 3 sekúndur. Allt með þeim áslagnum á... Nú, Sæmi stingur sér inn á hann. Já. Var Agnar að gefa þetta? Nei, ég trúi því ekki. Hann hefur bara bremsað á seint. Já, lokar hérna inn að verðu. En mér sýnist Sæmi vera með hraðan. Já, og nú er Gunnar komin í skottið hann líka. Heldur betur. Gunnar mættur hérna. Já, mitt í dekkjunum. Það var svona... Leitarlega framjá. Sendir Sæma í smá panik alveg sýnist mér. Það sýnist mér líka. Já, nú er bara gott exit. Þá ertu með þetta, Gunni. Hrækviður mættur í spjalli, hvetur Jón B. áfram. Þeir eru góðir félagar. Já, þeir áttu góða stundi saman hérna í úrvalsdeildinni fyrra. Heldur betur. Sjáum hvað Gunnar gerir, hann hlýtur að græða hérna í miðjukaflanum.
Já. Þetta svo svakalega langar hraðskreiða beigur. Bili fer að nálgast 2 sekúndur á milli Jóns og Evu. Það eru bara örfáir hringir í slag. Það eru dekkin hjá Jóni. Farin að dala hjá honum en þetta gæti duga til þess að stríða Evu og gefa okkur hérna slag fyrsta sætið. Það er rétt. Verður það gaman. Það væri geggjað. Sjáum hérna 4. til 7. sæti alveg límdir saman hérna. Eitthvað að gerast neðar á braut. Já, það er 3 bíla baráttum 7. sæti líka. En ekki eins close. Ég held við höldum okkur bara við 4. til 7. Já. Það eina baráttan svona þarna aftur á bakkanum. Já, sjáum hérna Hilmar er að stinga sér inn á Jessica Jóns, segi ég. Náðu því laglega inn í næst síðustu beygju. Frekar óhefðbundinn staður til að taka fram úr. Sæmi hugsa, það var eitthvað tölt þarna. Og hvað, og Gunnar spinnar. Hvað gerðist þarna? Ég náði replay markir á þessu. Kíkjum á það. Gunnar kemur bara mun hraðar út. Já, þeir snertast ekki, þetta er bara tandem drifting. Uss. Sjáum þetta aftur hérna. Koma. Hvað er eitthvað? Mun hraðar út. Hann missir bara bílinn þegar hann sér eftir Sæma. Já. Missa hann sko. Skítu á loftið. Já, skítu á loftið. Og svona þegar maður eltir línunar hjá öðrum sem maður fer kannski, aðeins og geist í beygju. Já. Það er auðvitað að missa. Það er líka eins og ef maður er í skítu á loftinu og bílinn fyrir fram að þið byrjar að spinna, þá er eins og þú missir líka gripið. Já, ok. Við höfum alltaf að tekja eftir þér á æfingum og fleira sko. Já. Og maður er svona close við næsta. En það getur líka verið eins og þú segir að ef maður er bara að horfa á að fara í sömu línu og aðstæðingunni, það getur líka verið málið. Þetta segir kannski hversu mikið ég æfi mig. Þá er slagurinn okkar hérna á 3. sæti. Nei, þetta var slagurinn á 4. sæti. Já, svo bara Jón P. kominn hérna undir sekundu fyrir aftan Evu. Já, hann er bara detta inn í drattið. En hann er alveg að klára dekkin. Já. Og 2 hringir eftir. Og 3 hringir með þessum. Þetta gæti orðið tæft. Þetta gæti orðið mjög tæft. Hvernig við dekkinu við, þau eru náttúrulega bara ennþá fanta góð. Já, mér sýnist Jón B. hafa þurft að taka 1 ekstra hring á hörðudekkunum. Sýnst það líka. Eða 2, ég held að hann hefði náð þessu ef hann hefði gert það líka. Já, hvað veit maður? Já, náði henni á næsta hring og haft þessar 2 hringi til þess að ná henni. Já. Já, kannski hefði komið út á það saman bara. Já, kannski. Þá eykst bara bilið. Já. Já, mér sýnist vera bara á frekar svipuðu peysi núna með þessi slitnu medium dekk, sko. 27, síðasta hring. Hann er eitthvað aðeins hægra en það á þessum hring. Svo þetta sé líka punkturinn þar sem þú farð að finna svolítið mikið fyrir medium dekkjunum. Já. Það sést hversu slitið þið eru. Pínu tapur hann út. Já, svo er Binni líka að keyra bara frábært race. Já. Örugglega hérna í 3. sæti. Keyrt consistently og... Hann var á póli, að það ekki, í síðustu keppni. Klúraði því sér. Það klúraði hvort hann var bara að mista á frá þessu. Ég man ekki alveg. Ég skal bara tjekka það einhvern veginn. Ég hef með X-skjali hérna einhvers staðar fyrir frammi. Gunni X? Nei, hann var í öðru. Hann var í öðru? Já. Heimir var á pól. Já, alveg rétt. Já, en hann er ekki að keyra í kvöld. Já, spyrir hvort að hann sé bara út á sjó. Það getur verið. Hann hérna
Já, þurfti að afþakka sæti í annarri deildinni út af einmitt því. Sjá, Jón B 0,8. Ætli það sé ekki að næsta sem hann kemst. Jú, Svo mun hann bara fjara út gegnum í framhaldinu. Svolítið tæpur hann á ræsingu. Já, svolítið tæpur. En 17 sekúndur í byrna, þannig að... Já. Hann er að sjá dekkin hjá honum. Ég er ekki viss að fara í annan hring. Nei. En hann þarf svo sem að gera það, hann getur ekki farið inn í pit. Hann þarf að keyra eitt hring bara á stillnum, þannig að hann þarf að passa dekki bara. Já, hvað tapar maður á pitnum? Er þetta ekki 20 eitthvað sekúndur? Jú, ég held það alveg. Já. Ekki nema að taka í soft og já, reyna að binna. Já, akkurat. En ég hugsa þó þú sért á slitnum dekkjum að þú sért ekki alveg 17 sekúndum hægari hringinn, sko. Nei. Sérstaklega ef hann getur náð að halda lífi í þessu litla sem er eftir á dekkjunni hjá honum og þá hjálpar það. Hann er að fara að keyra heilan hring bara á gjörslitnum. Já, bara á tæjunum bara. Hann er bara á vírunum hérna. Hann er komin á járnbrautarlest. Annars er ekki mikið bara út á braut. Ég held við fylgjumst bara með honum Jón B að reyna að komast í gegnum með hann hring. Og skiptir svo auðvitað yfir þegar hún kemur yfir marki. Já. Kannski rennum létt hérna yfir flotan. Yes. Sæmi er nú hérna ennþá fyrir aftan Agnars. Þeir eru náttúrulega báðir á hörðutakinu, það er bara hérna rétt undir sekundu. En ég held að hann sé ekki nógu nálægt samt til þess að fara að gera allavega allavega inn í busstoppið. Siggi Jóns hérna. Siggi náttúrulega var í annar deild. Helsti keppinautur minn í opnum deildinni þegar ég var að byrja. Já. Og maður berjast titilinn þá. Og fyrrverandi liðsfélagar ef mér skjátlast ekki. Þú ættir að veita það. Aron byrjar ofar en hann, endar ofar en hann byrjaði allavega. Þannig að hann byrjaði 12. 11. sæti, það er vel gert. Eftir enga æfingu og ekki nema einhverja 3 tíma í stólnum, þannig að það er... Já, það er bara mjög vel gert. Ólafur hérna líka, svo sem ekki hvað sem mikið hann hefur keyrt, en hérna, nú ekki sést mikið á æfingu, þannig ég ger ekki ráð fyrir að hann sé búinn að æfa mikið. 700 eitthvað kílómetra á þessum bens. En nú er Eva einfaldlega að taka síðustu beygina. Það er komin á Eva aftur. Bara búinn að keyra frábært reis eins og við þekkjum hana. Svolítið betur. Komin aftur í Fantaforum. Sör, klára þessa keppni í fyrsta sæti. Já, fyrir fyrst. 8 sekundum undan Jóni og Jón náði að haltra hringinn hérna. Já. Hann er á gufunni og á tæjunum á dekkinu. Hann nýtti þetta í botn. Binni kemur svo hérna sigsagandi. Sáttum með 3. sæti. Sigursnákinn hérna niður ráskaplan. Ragnar hérna í 4. Sæmi í 5. Hilmar Kraftey. Hilmar 100.000. Hilmar 100.000. Kemur í 7. Siggi Jóns 7. Sveinn Arnarsson, hann kemur í mark 8. Dekka í 9. Gunnar í 10. Já, nú slakkaði þetta pakkin hérna á þeim. Og Aron hérna í 11. sæti. Já, græðir 1 sæti. Heldur betur. Ólafur hérna í 12. Og Gretar í 13. Já. Og svo hefði Guðmundur Orri átt að enda 14. En hérna, já, vegna klúður sem mér einfallega í loppistillingum og svona rolling start og miskilningur þá hérna líkur hann ekki keppni í kvöld. Þannig að ég beðist bara afsökunar aftur, Guðmi minn. Sorry. Þetta það geta alveg gerst mistök, það er ekki það. Þú ekki fyrsta skipti sem að eitthvað klúðrast í þessu hjá okkur. Nei, það er rétt.
Það hafi nú verið verri klúður en þetta. Já, klúður í grind uppstillingu í úrvalsdeild og já. Þetta var bara svona surprise æfing. Surprise æfing fyrir efri deildir. Það ekki, við segjum það. Eva í fyrsta, Jón B í öðru og Binni Skrambin í þriðja. Já. Vel gert. Kraftvelar, Bísík og Lavasjó. 1, 2 og 3. 3 lið og 3 mismundi bílar. Já, 3 kunnuleg lið á þessu tímabili. Heldur betur. Og Agnar, hvað endaði nú Gunni? Já, hann endaði í 10. Já, hann spinnaði svo. Já, hann tók eitt gott spinn hann í fyrstu beygju. Heldur betur. Þannig að skýtu á loftinu hjá Já, Sæma. Sýndist í útsendinguna að þeir hafa ekki snert hann, en hún svo sem þeir kannski skoða þetta sjálfur. Að setja þá inn kæru ef þeir snertust. Ef þeir vilja kæra, ef þetta var brot. Við dæmum ekki það hér. Þá er fyrst annar umferð í opnumdeildinni. Fyrsta umferðin á grupp 3. Búinn. Já. Þetta var Raxon allan tíman. Flott kæmni. Þetta var heldur betur Raxon allan tíman og já, það er greinilegt að við höfum hitt á eitthvað gott kombo í lobbystillingunum. Þótt það sé oft trikki að keyra hörudekkin fyrir það sem eru að byrja. En þá er það einmitt bara, já, svona hopp í djúpulögin og góður undirbúningur fyrir efri deildir. Já. Ef maður lítur á björtuliðarnar. Já, svo er spurningin, ef ekki bara að skella í rolling start í annar deildinni þá? Það ekki. Eru það ekki búin að balansa þetta út? Já, öfugu mánudagur. Já. Yes, en eins og Jón Ingi segir, munu að læka og subba að sjálfsögðu. Heldur betur. Og svo sjáumst þið bara, já, eftir skamma stund með aðra útsendingu. Heldur betur. Takk fyrir okkur.